Komið sæl og velkomin í nágranna á norðurslóðum. Við heilsum ykkur hérðan úr snjóríkinu á Akureyri. Í desember mikil annatími hjá prestum á Grænlandi, ekki síður en hér á landi. Við fáum hana Manikua Dalager, prest í Nuuk, til að segja okkur frá jólahefðum Grænlendinga. Við heimsækjum hana Karolínu í Hvammslíð sem býr ásamt 50 kindum, 4 hestum og 2 hundum upp á fjalli. Hún greip til þess ráðs að safna fyrir dráttarvél með því að selja dagatöl með myndum af íbúunum öllum og viti menn það seldist hvert einasta þeirra. Þá lítum við inn á jólahlaðborð en fjöldi fyrirtækja og stofnana halda þennan sið á Grænlandi einnig en nóg að gera hjá þeim sem annast þau fyrir jólin. Þá förum við austur á Egilsstaði inn á veitingastæðin Diner og rifjum upp hvernig ekta bandarískur matur smakkast. Makku juulerpaluttut takussaalerput. Ilagiitu ukiorisarput aaventi aallaqaataani aallarnertarparput tas oqartarpu aaventi siulliani iulli aallartippa. Juulit ulluini oqaluffiit naalayaani inuqarluartarput. Nunatsinnimi kuisimasut katilluit 55.000 missaani tutut nalunarsorneqarnikuugamik. Qilanaartarpugu tamat kisiasaaranami ilungersunarsinnaasarput taakkunaapeqatigi piareersaatinaapeqatiginissa kisianni sulinerput qilanaariuaanarparpunuannertaqam. Inupassuit juulikkunni naalayaartarmata oqaluffinni asaanersuaqartarpoq. Asaasoqarpugu oqaluffileриsoqarlutalu taa asaasu ikiorteqartarpu yuulleriartornerani sunatamaat asassinaasu piareersaatit iullertinnagunaammassiniassammata kiisalu oqaluffilerisosor aaqissugassaqarpat ullorissat piareerlugit orpiit kransi sunatamaat isumagissava. Maanguartaalaga ima naalayaartitsarpoq. Qalasaqarfanuuma maangua naalayaartitsinnissanulli piareersarnerit maani ingerlattarpai. Aaltapuugi tassa massakkut sapaatiuppat aallartissaagu aanviinti sapaataassiullianni tasnaalagiarnerni sapaammi atuartakkagut sapaatitamarmi tulleriaarpu ateqarlutillu taa aayukkua rituaali tassa naalagiartitsinitsinni malitassagut tassaniippu sianertarnermu ileqqut aaltareqaavan soqassava qallersaatiqalipaataa qanuittu atussavagut malinniartussaavagut taakkua taavalu uagutas palasit naalagiartitsinera rituaalimi allassimasumaleqqissaarlugu naalagiartit oqaluusissa piareeriariarakka Juulikkunnili naalayaartitsinissat uani takusinnaasatsitut ikingillat naalagiarfissa akpilersaarutit allaffiani oqaluffiu altarianut uteqqeriarta аллан юуллерпалуттуми таарсиссаваат аалтариқалия maaниассаппунаалагиалерутта атортуссагу аптуссиути ритуали алтапуугиллу таа нерливилиартитсилераангатта атортугу уунга илисарпагу талерпиата тунгаанат таа уанииттарпут тимиутаасаассивик таавалувиинниму каннерпут Juulipulluи tassalu tissimparip ulluisa 24 25 kiisalu 26 piipili malillugu qanoq ulluqartineqartarnersut palasi paasinihaavigaaran naalagiartarnerutungaatigu tassiulli ullua 25 jani tissimparip taava juulliaqqami taasarparpu 24 tissimpa tassani аллассимасоқангилақ аалтапуугини таасаккатсинни юуллиаққами наалагиарнэрмасу атуарнеқассанерсут таамааттуми юуллиаққами наалагиартитсинерит маани ингерлаттарпагут меэққанут наалагиартитсинер таавалу
ualikkut atuaanernik tussiaqattaarnernillu akioriissumillu atuinermi pingasunnu tallimanullu oqaluffinemarluusuni naalagiartitsiffigisarpagut сассатювиан тассиулли уллуата ааппаа тассани аалтапоогами аллассамаппу суу атуарнеқассанерсут таа илеққууванунатсини тасса тиссимпаа сассатювиани наалагиарнерми нерливилиартоқартарнера ааллагаатитассиап аалартиннерани апеққутигаара юулип уллуи қақугу аалартиссанерсут паасерусуннарторли тассаавоқ юулип уллуи қақугу наггатаарнеқассанерсут наалагиартитинерутунгаатсигу тасса януари арфернерни кунгип пингасу уллуанни наггатаартарпарпут Jörð Karolínu Mende, Hvammshlíð, stór. Hvammshlíð á Þverárfjalli sem skilur að Skagafjörð og Húnavatnssýslu þar sem þjóðvegurinn liggur hæst. Karolína margt auðug, hún á til dæmis sitt eigið fjall og sína á og jörðin stærri en flestar jarðir í Skagafirði svo dæmis í tekin. Bústofnin 50 kindur, 4 hross og 2 hundar. Besti vinnur Karolínu og nágranni Bragi Húnfjörð Kárásson féll frá í sumar en hann aðstoðaði hana við ýmislegt svo sem við að flytja heyrúllur með dráttarvélinni sinni. Nú voru góð ráð dýr. Karolína átti ekki dráttarvél og úr því var það bæta fyrir veturinn. Hugmynd kviknaði fljótlega og Karolína nú orðin dráttarvélar eigandi. Já, hugmyndin var að gefa út dagatal daglega lífi okkar hér svona til að geta ímynda sig hvernig það í fjöllunum hérna á Íslandi og já, líka hafa dagatalið það sem gamla tímatalið inn í falin. Það var svona hugmynd að það gæti verið eitthvað sérstakt og já, mér sýnst að það gengur upp að vissu leyti þar sem það virðist vera, já, vinsælt og segja dagatalið og fjármagna dráttarvélina á þennan hátt, það var hugmynd. En hvaða viðtökur fékkstu? Bara mjög góðar, ég virkilega æsæð, þetta ótrúlegt að vissu leyti. Ég byrjaði að auglýsa fyrir rúmlega 3 vikum og nú þegar ég komið með það mikið pening að ég gat keypt dráttarvél eins og hún núna hún eiginlega tækjalaus en það kemur bara núna á eftir. Þannig að þetta ótrúlegt hvað þetta gekk við. Karolína segist vissulega hafa rennt blint í sjóinn. Bústofnin leikur stórt hlutverk þegar dagatalinu flett. Allir í Hvammshlíð til dæmis á forsíðu dagatalsins. Já, nákvæmlega, allar kindur, allar 50 og 2 hundar og ég og svona sagt 4 hross. Og já, kindurnar þurfa hey á veturna auðvitað og það þarf dráttarvél að flytja hið. Þannig að þetta samhengi nokkuð augljóst. Þess vegna sýndi ég þetta bara til að ímynda sig hver við hérna í Hvammshlíð. Maður sér eiginlega bara strax þegar maður flettir dagatalinu að hver kind hún einstakur persónuleiki. Já, það það. Ævik akkurat það sem þú segir. Þess vegna auðvitað öll með nöfn og ég ekki bara með æri, heldur líka með söði. Og já, það svona blandaður hópur. En þegar þú varst svona að spá og spekulera í þetta dagatalinu, manni sýnist svona að myndirnar og sögurnar þær gefi svolítið svona góða mynd af því hvernig lífið hérna hjá þér allan ársins hring. Já, ég vona það. Það svona markmið hjá mér. Það sem margir spyrja mig hvernig það einlega þarna uppi á fjallinu, ekki alltaf stóri, það ekki bara alltaf hvasst. En það ekki þannig, samt getur það verið svona, vond veður. Það gott tækifæri að fá sér ímynd, fletta dagatal. Og allar þessar myndir tók ég sjálf, bara svona, sem sagt, daglega. Og ég nota öll tækifæri að sýna þetta svona, allt það sem fallegt og allt það sem kannski pínu ógnandi stundum, en þetta reddast allt auðvitað. Já, þetta reddast, en höldum næst niður á Sauðárkrók þar sem Karolína tók á móti dráttarvélinni, Setor 7245, árgerð 1990. Næst á dagskránni að dytta að vélinni, skóflunni á vélina og rúllugripinu.
Karolína er ekki vön að vinna á dráttarvélum en hefur engan áhyggjur. Æfingin skapar meistarann, segir hún. En höldum aftur upp í Hvammshlíð í litla notalega húsið þar sem dagatalið var skapað með svona góðum árangri. Það er, í raun og veru kaupendur dagatalsins sem fjármagna kaupin á dráttarvélinni og búnaðinum. Veturinn upp á Þverárfjalli getur verið harður og Karolína nýtur norðurljósanna. Já, það er það. Ég er bara svo heppin að fá eina mynd af því svona með húsið og norðljós og þannig að það er allt. Það er febrúar. Já, til dæmis, einmitt. En vissurðu fyrirfram sem sagt sprengidaginn og gvendardag og allt þetta, var mikið rannsókn að vinna sem þetta fara í gang hjá þér? Já, það var svona að hluta til. Ég vissi auðvitað sprengidag og svo framvegis en ekki gvendardag til dæmis. En já, það var mjög skemmtilegt. Það var markmið mitt að sýna það sem var í gamla daga. Það sem ef maður les of gamla bækur eins og ég geri, það er það oftast þannig að það er til dæmis sagt í 20. annan viku vetrar það kyngdi niður miklum snjó og það er alltaf spurning hvenær er þessi 20. vika, 20. annar vika vetrar. Og ég var alltaf svona að reyna að regna þetta út en það var alltaf flókið og mér fannst það þarf að vera til dagatal þar sem maður fer bara í gegn og segir já, þarna er það. Já, það var svona markmið hjá mér og þá fór ég að leita hvar get ég fengið upplýsingar og því ég var svo heppin, ég keypti bók sem er hérna Saga daganna sem var til sölu á bókamarkaði á Blönduósi og þessi bók reyndist mér mjög vel, hún er mjög þekkt heit ég. Allir sem hafa áhuga á því vita að hún hjálpa bara mjög vel og svo spurði ég auðvitað vini og allt mögulegt á bakvið þannig að já, það var þessi rannsóknarvinna. En þú svona, sem sagt, ert eiginlega bara klár í veturinn. Dráttarvélin, hún er núna það að gera hana upp og hún kemur svona bráðar, þannig að þú ert bara klár í veturinn. Já, næstum því, get sagt það, 99% klár. Ein bara svona gáta í lokin fyrir þig, hvenær er krossmessa? Hvenær er krossmessa? Það eru 2 dagar einlega sem heita krossmessa en það sem er svona venjulega sagt er það 14. maí og það er svona skemmtilega það sem það er afmælisdagurinn minn. Þess vegna veit ég hvenær það er. Nunatsinni juulleriartornerani ileqqorisartakkagut amerlasaqaat. Ileqqut aamma ilagaat juullilernerani nereqatigiittarneq aamma juulifrokkumik taasagarput. Juulifrokostimik oqaruma suneeqqarsaatiissaviu. Fisti. Sooruna. Tus siunartaagunaam taanna. Suleqqatingillni naapeqatingillni nereqatingiinne Ataatimualarna nuannisarna. Alikusarsoqatigin. Illit juulifrokostissassillutit sunapingaartittarpiu. Assukna imammissaa nuannisarmissaa. Taffi. nuannaarnissa neqersuarnissa suleqatit nuandaqatigatik Juulifrokostissagaangai sunapingaartittarpiu. o imminu pikinissaa kusanarnissara Juulifrokkorniartullumi kusanaarusullutik pikisarmata pisiniarfinni juulifrokkup nalaa malugineqarluartarpoq soorlunuummi maani atisaarniarfimmi infationnimi Ukiumi dissempari novembernaanarani dissempari tastaan ukiumun ulapiffiginarpaarpaarpaasarparput juulifrokostikkuut taaval tunissutissanik atisassanillu tuniniasaqatta Arnallu juulifrokostissatилlutik kiuleqarusuttarnerat nalinginnaasimaгаluartoq ukiuni kingullarni allanik atikkiarsorneruniartut maluginiarneqarpoq kusanalaartuneqarleqarlutik aappaluttut taavalu ukua aappaluttutaarnerulaartut iullerpaluttut nederdiililerlutik immaqaluunneqarlan kusanartunik atisillutik atorneru leqaluttuinnaraat malunnarpoq praktiskiunerulaartaama juulifrokostimut skjortit qorsuk nungutingua aana
qorsutun illuarparpu angutsinut aamkusanartunik peqartarpugut sorl ukua vestit yakisitsini peqarpugu aam assagiingittut angutit malunnartarpoq arnatul pikeruissaarni ajorput kisia aam takkuttarput aam julifrokostimut arnatulli qilanaartigisaqaluarlut imma taamarsuap pikin ajorput Julefrokolliverne qanoqaallaavеqartoq Danskit Avisiat Kristelig Dagblad julefrokkortarner pillugu ima allaaserisaqarpoq Danmarkimi julefrokossertarneq sersunnersuup aapaatakinngorna tassa 1940-kut ingerlaneranni ilaquuleriartorpoq taamani ilaquusimavoq sulifrarfinni sulisut juulliaqap aquunnerani soararangamik ittuminnit portvinniminillarfiginerarlutillu kransikaagillarfigineqartarput juullisiorluaqquneqarlutillu taamannalli juullisiorluaqqusiserneq kingusinnerusukkut fiistarfiuneruleriartorpoq 1960-sikkut 70-sikkullu nalaanni imigassaq aamma akuutinneqaleriartorluni Her der kan en lære at holde på et glas. Det tæller ikke. Una Danskit Filmiliat julefrokosten 1970 saqqummerpoq taassumalu saqqummarnera julefrokkoriaatsimut sunniuteqarsimasoq Kristelig Dagblad allaaserisaqarpoq tassa frokkortarnerit ernguffiunerulerlutillu killeqingisimaarfiunerulersimamata Julefrokossertulli nuannannerminni aammanerissaqqartariaqartarmata nerissaarniarfimmi maani kafiimikkimi sulisut suliffeqarfinnut julefrokostertitisussanut aamma piareersaarsuataartarput Julefrokostertussa amerlasarnermik taava weekendtillut issimpaam аллартариарсимагаангат икиллутик асерсутинерлу таамаама нуипаақеқат мисаанил weekendtinnaangi луллуунаанаама улапиттақаагу соорл уллумиккут Suliffeqarfinni julefrokostertussanut kafiimik siorna ukiormannalu ikkassinerpaagamik inunnut 900-oriungaannut ullormut nerisassiorput tassami kommuneqarfiksernersuup nuummi sulisui inussivimmi julefrokostertut nerisikkamikit тастаакка укерман амерланерпаajorpasissapput тастааксиул аалларниутиэққарникуу аама улаппутеэққарникууллугиллу масак эққасси каннерникуу аёрнерпаа qaangiuteqernikuma sawanam sululapikkaluarput kisaataak inu taamamallatigisuninggaani sanilliallu aiminneqa I hear the train a-comin', it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Þegar maður horfir hérna í kringu sig, við erum ekki í Ameríku. Við erum ekki í Ameríku, en við erum samt á svona outpost frá Ameríku. Við erum á 50s diner á Íslandi, á Austurlandi. Ameríkanarnir sem hingað koma, þeir upplifa alveg þessu komin aftur til 50s Amerikan, bara síns tíma. Ég trúi því hér farið alveg alla leið. Fórum alla leið og hérna við rifum allar innréttingar út, gólfefni allt saman, smíðum allt upp á nýtt og hérna fluttum inn innréttingar, stóla, borð og svo framvegis og hérna smíðum þetta alveg upp í 50 stíl og við reyndum svona að taka það besta frá dinerum í Bandaríkjunum og setja saman í einn. Þess að eigandinn fór í ferð Bandaríkin og reyndi svona velja það besta úr og setja allt inn í þennan diner. Þetta hlýtur að verið dálítið mikil vinna að fá þetta til þess að smella saman og finna réttu hlutinni alls staðar. Þetta var töluverð vinna og hérna gerist ekkert á einum degi. Við vorum hérna í marga mánuði að undirbúa og líka þjálfa starfsfólk og svo framvegis. Þannig að þetta tók svolítið vinnu. Hvernig er svona viðtökurnar verið? Hefur fólk verið að koma sérstaklega til þess að koma að borða hér? Bara til dæmis eins og í sumar þá fengum við hópa frá Reykjavík, frá Akureyri, frá Húsavík og fleiri stöðum sem að hringdu jafnvel á undan sér og letu vita og voru að koma sérstaklega bara til að upplifa dinerinn. Og líka erlenda hópa, kom hérna hópur af Kölnum í sumar sem var búin að sjá þetta á Instagram og kom sérstaklega til að pröfa íslenska dinerinn að þau voru að koma til Íslands. Svo er útlitið á staðnum, það er eitt, en svo er tónlistin líka og maturinn líka og það er allt bara. Við reynum að fara alveg all in og vera alveg í þema og reynum líka að hafa, góða stemningu, gott andrúmsloft. Þetta 50s dæmi sem við erum með. Við erum alltaf með 50s tónlist og hérna
og reynum að hafa allt í sama þema. Ameríkanarnir sem koma hérna, hvað segja þeir? Finnst þeim þeir vera á Egilsstöðum? Nei, þeim bregður eiginlega svolítið og finnst þeim eiginlega að fara inn í tímavél. Þannig lýstu þau því í sumar þegar þeir komu. Þeir fara einhvern veginn aftur í tíman. Hvenær byrjar þetta? Hvað tekur þetta langan tíma að koma þessu á þennan stað sem þetta er í dag? Þetta var alveg hálft ár, 1 ár í undirbúning sko. Og svo annað eins náttúrulega bara í smíðavinnu og smíða innréttingar og græja og gera sko. Þannig að þetta var alveg töluverður tími. En þessi hlutir allir hérna, við erum með bekkistyttuna og gítarana. Er þetta úr einkasafni eða hvaðan fáið þessi hlutir? Sumt af þessu eru einkasafni, en mikið af þessu er bara keypt bara víðsvegar, mikið í Hollandi og mikið í Bandaríkjunum og svo bara flutt inn. Og eigandinn var alltaf búinn að fara þarna ferð Bandaríkin og græja og gera sko, í svolítinn tíma áður en við opnum. Þannig að þetta kemur víðsvegar. Sem við höfum talað eins og í ferðaþjónustu á Íslandi að draga fram sérkennin við Ísland. Hérna tökum við bara allt aðra leið og bætum við einhverju alveg nýju í flóruna í ferðaþjónustunni. Já, ég held að sé svolítið líka að vera frumlegur en samt er ekki alveg verið að finna upp hjólið. Það er verið að fara aftur til 50s og koma með eitthvað en samt að bæta og gera eitthvað nýtt sem að það er svo leiðilegt að allir fara í sömu áttina. Okkur langaði bara að fara í eitthvað allt aðra átt en hinn eru að gera. Já, búið til fjölbreytni og eitthvað nýtt til þess að prófa. Já, fá meiri lit í flóruna. Og það er engin annar svona staður hér á Íslandi? Ég þori alveg að segja það, þetta er eitt sinna tegundar á Íslandi. Og þó víðar verið leitað, því að Evrópubúar eru líka alveg agndofa þegar þeir koma hérna inn. Glæsilegt. Ég held að við ættum að kíkja aðeins á staðinn og matinn. Endilega. Þegar maður gengur inn á staðinn þá fer þessi glimskratti nú ekkert fram hjá manni. Þessi er orðinn mjög vinsæll á Instagram. Og allir ferðamenn sem hingað hafa komið hafa tekið myndir og sett á Instagram og Snapchat og Facebook. En þessi er orðinn svolítið frægur og meist hann svolítið með einkennandi fyrir staðinn. Í 50s þemanu þá er algjörlega nauðsynlegt að vera með eitt stykki glimskatta. Alveg klárlega. Þú kaupir þennan samt ekkert út í raftækjabúð. Hvar færðu svona tæki? Jú, við þurftum nú að fara smá bakleið til að finna þennan, en það tókst og var keyptur á manni í Reykjavík. Getur þú valið lagið eða kannski... Hann virkar en við erum ekki með hann í gangi. Heldur setti ég bara hátalara inn í, bara þráðhausan, þannig að tónlistin kemur allavega úr djúkbóksinu. Jæja, hvað á maður að panta sér? Það er náttúrulega nóg í boði. Við erum með flaggskipið okkar sem er stóri strákurinn, 200 gramma borgari. Og svo erum við náttúrulega með allt þetta íslenska. Við erum með gratinera sjávaretti, fisk og franskar að sjálfsögðu, plokkfiskinn með rúgbrauði, kótilettur í raspi, hakkabuff og spælt egg og svo erum við með snitsel. Þannig að þó maður sé hérna á amerískum dænir þá getur maður alveg fengið íslenska matinn líka. Þú getur alveg upplifað íslensku menningun hérna inni. Það er svolítið svona American Icelandic cuisine sko. En ef ég ætla að fara í borgaran, ef ég ætla að fara í stóra strákinn, þarf ég ekki að fá mér shake með? Það er náttúrulega nauðsynlegt. Þú kemur ekki inn nema að fá þér shake með matinn sko. Það er alveg á hreinu. Ameríska pönnukökur í eftirrétt? Ameríska pönnukökur eftirrétt með súkkulaðissósu og öllu. Ég get ekki beðið, ég held að það er að fara að panta. Ég held að það sé bara þannig. Já, einmitt. Það er eins gott í komið matalistina. Það er eins gott í komið matalistina og hér er nóg í boði. Við erum alltaf mjög fræg fyrir eftirréttarshakeana og nóg er ísúrvalið. Ég get ímyndað mér að heimamenn séu svolítið ánægðir með að fá svona flóru í ísinn og eftirréttina. Já, og ég held að þetta hafi líka alveg vantað. Fólki finnst mjög gott að koma hérna í eftirréttin. Úlingarnir og krakkarnir að fara í ísrúm. Já, og meiri segja líka eldri kynslóðin. Þeir hafa mjög gaman að koma hérna. Þeir koma kannski fyrir partinn, en þeir hafa mjög gaman að koma hérna og fá sér ís. Þetta er svona eins og staðurinn líka. Þetta er litríkt. Mér finnst þetta eins og ég eigi ammali ef ég er að fara að borða svona. Þetta er svolítið ammalis. Það er ammali hérna allan dag. Það er svolítið svoleiðis. Já, það er jólalegt hér á Akureyri, enda er þetta síðasti þátturinn okkar fyrir jól. Við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir áhorfið og óskum ykkur öllum gleðilegra jóla.